Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Netið sífellt að verða stærri vettvangur fyrir glæpastarfsemi. Eitt af verkefnum lögreglunar að miðla því til almennings hvað helst ber að varast og hvar hættuna leynast. Daði Gunnarsson hjá tölvurannsókna og rafeindadeild lögreglunar ræddi við okkur helstu verkefni lögreglunar þegar kemur að löggæslu á netinu. Við höldum út í Facebook síðu lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og fleiri lögreglu. Það sem hafa verið að koma tilkynningar atburði sem eiga sér stað og annað og þannig tengjast fólki. Það ansi margir sem eru að tengjast lögreglunni þannig gegnum Facebookina eða Twitter eða annað. Það til dæmis ein tegund löggæslu. Svo það bara hinn það sem verið að reyna að finna einhverja brotamenn í gegnum netið, það að segja þeir sem að brjóta af sér. Það að reyna að hafa upp á slíkum aðilum. Hvernig hefur þróunin verið í netglæpum hér á landi? Þróunin, við erum að sjá töluvert aukningu núna í þessum BEC frauds, Business Email Compromises. Það að segja það sem tölvupóstur sendur á fjármálastjóra fyrirtækis og hann beðinn að millifæra af forstjóra fyrirtækisins, beðinn að millifæra einhverja peninga og banka erlendis og það þarf að gerast með hraði. Við erum að sjá töluverða aukningu í því og það töluvert komið nokkuð bara núna. Það sé svona helsta sem við sjáum í dag. Við erum að sjá töluvert við erum að sjá svolítið af svona rómanska sem verið að bæði annars vegar að verða að bretta þá konur, sérstaklega targetaðar hópur, gagnvart því að verða ástfangnar á netinu af einhverjum mönnum og millifæra síðan peninga til þess að reyna að koma þeim til landsins. Gegn karlmönnum þá það yfirleitt kona sem hefur samtal við karlinn og fær hann til að bera sig í myndavél og svo komið hótunarbréf fljótlega eftir það. Hversu illa geta þessi glæpir komið niður á hinum almenna borgara? Það getur komið mjög illa. Við erum að sjá til dæmis stafræn kynferðisbrot, svona hefndarklám og annað. Það klárlega reynist þolendum mjög slæmt, eða mjög illa. Við erum að sjá einnig fjárhagshliðina, fólk að tapa miklum peningum, þannig að það getur líka komið sér sjálfsögðu mjög illa. Þannig að það mjög slæmt að verða fyrir barðinn og svona brotum. Hvernig metur þú þróunina í þessum málum næstu árin? Ég tel að það veri töluverð aukning, bara mjög mikil aukning. Við erum alltaf að vera netvættir og netvættari. Þannig að þú myndir meta þetta sem spennandi starfsvettvang? Klárlega, mjög spennandi. Hvernig bakgrunn hefur einstaklingur sem sækir í þessari tölvuglæpadeild lögreglunar? Í tölvurannsóknar rafeindadeildinni getur bara sjálfsög hver sem sótt Við erum með sérfræðing, kannski ekki bara lögreglumenn og það má alveg reikna með að slíkt muni auka, tölvunarfræðingar, eitthvað slíkt. Hvað getum við gert betur núna að þínu mati? Núna bara svolítið að vera bara svona var sig og ég persónulega lítið kannski að pósta hvað ég að gera þá og þá stund. Það kannski betur að gera það eftir á. Í staðinn fyrir að auglýsa það að húsið mann sé mannlaust, að auglýsa það bara eftir á, maður hafi farið kannski eitthvað. Það þegar að berast póstur með viðhengi og þú kannski áttir ekki von á tölvupóstur með viðhengi aðeins að hugsa, var viðkomandi virkilega að senda mér þetta eða þetta eitthvað svindl? Og bara svolítið að vera bara meira var sig. Þeir að taka á tölvuglæpum sem að tengjast glæpamönnum fyrir utan landstrendur Íslands, eru þið þá í samskiptum við lögreglu í öðrum löndum? Já, við erum tölvöðum samskiptum við lögreglu í öðrum löndum. Við erum náttúrulega í samstarfi við Europol. Við höfum séð til dæmis að ef einhver mann eftir Silk Road-málinu svo kallað sem var svona á myrkra vefnu á dark web, það var svona fíkniefni að söluborð og annað, það var ýmsir glæpir sem þar fóru fram. Það sá vefur var til bara hýstur hér og þá komu þeir frá bandarísku stjórnvöldum og fengu afritað, eða fengu taka þann vef bara með sér. Hvernig stöndum við svona í samanburði við önnur lönd þegar kemur að því að taka á netglæpum? Ég held, við erum
svolítið ennþá á byrjunarreit en við erum svolítið búin samt að keyra þetta svolítið áfram með að mennta starfsfólkið okkar og annað og vonandi bara að það sé hægt að fjölga í því og fjölga starfsmenn eins og staðan er núna þá kannski helsta vöndunin starfsmenn, það vantar fleiri starfsmenn, það vantar fjármuni þá til þess að ráða fleiri starfsmenn. Við reiknum bara með því og vonum það að sé að fara að koma auknir fjármunir í þessi mála því að þau eru að verða meira og meira vandamál. Hefur það komið þér á óvart hversu stór vettvangur þetta er? Í sjálfu sér ekki, það sem að þetta er mjög þægilegt fyrir fólk að bæði það getur bara stundabrotin heima frá sér og það eru minni líkur á nást í svona brotum heldur en ef þú færir undir ræna banka. Er þetta öðruvísi típa af glæpamanni sem er að stunda glæpa á netinu? Nei, ekki lengur. Nú erum við að sjá, þau eru bara orðnir harðsvíraðir glæpamenn og ég hef séð það sem hefur verið að fara í húsdyr hjá þeim og þeir eru bara með AK-47 og þau eru bara, þess að maður segir, hardcore glæpamenn. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.